Það mikið ánægja sem ég bið ykkur að velkomin hingað til Grindavíkur til að vera viðstödd formleg opnun aðstöðu Fisktækniskóla Suðurnesja í Grindavík. Fisktækniskólinn samstarfsverkefni fræðsluaðila, sveitarfélaga, fyrirtækja og stéttarfélaga auk einstaklinga á Suðurnesjum sem tóku höndum saman og stofnuðu með sér félag með það markmiði að hefja til vegs og virðingar á ný grunnmenntun á sviði fiskveiða, vinnslu, fiskeldi á framhaldsskólastigi. Þessi sprotting getur orðið blómlegt tré ef rétt á málum haldið. Ég óska skólanum alls hins besta og fylgist spennt með framhaldinu. Bestu kveðjur Katrín Jakobsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra. Það hafa margar atvinnugreinar á Íslandi hlúað og byggt vel og stutt vel við sínar námsgreinar. En ég verð að segja það á viðurkenna að sjávarútvegurinn hefur ekki hugað jafn vel að. Að vísu fyrir 40 árum síðan að það var stofnaður fiskvinnsluskóli og hann lagðist af svona mestu fyrir áratug síðan. Það var mikill skali og vonandi tekst okkur með þessari vinnu hérna að koma Fisktækniskólann á Suðurnesjum í gang og samstarfi við aðra út allt land. Vonandi tekst okkur það. Það mikil vinna, það þarf að taka saman námsefni því það hafa orðið mikla breytingar frá því að fiskvinnsluskólinn var í gangi. Það ekki alveg í sunni saltfiskur í dag, þess að var bara fyrir 10 ára síðan. Alls ekki skreið heldur. Það verður eiginlega að teljast alveg með ólíkindum að sú grein hér á landi sem að mestu skiptir fyrir þjóðina skuli ekki hafa í gegnum tíðina verið með miklu öflugri námsgreinar fyrir fólk sem í stéttinni að hefja störf. Og fyrir okkur sem störfum í sjávarútvegi það stórstund að nú skulum við byrja skóli sem býður nám í fiskvinnslu, veiðum, fiskeldi og veiðarfæragerð. Við sjáum nú heilla undir að ungt fólk sem að ljúka grunnskólanámi hefur valið að mennta sig til þess að starfa í þessari grein. Þeirri grein sem í aldanna ás hefur haldið þjóð okkar á floti með öflugu starfi í veiðum, vinnslu og sölu á sjávarafurðum. Þetta verið svona aðaltóli á tugurum í 20-30 ár. Já, 20-25 ár myndi ég segja. Ég held að ef ég var þá var alltaf vængum miklu lengur í neðri vængum. Já, þetta stærst út upp á þeirra menna í Kargó þá rýfaði minna undir áttir. Jæja, hvað er þetta að gera? Hvað gerum við það? Ég að gera kantina. Að bæta eða hvað? Að bæta. Og svo erfitt sko því ég örfundur, þeir sína mér þetta rétt enn sko. Og þá sagði hann Ólafur og færðu rauk fyrir því. Þá maður reddar fyrir speginn. Þá ertu komið með þetta, sagði hann.